Komið sæl og hjartalega velkomin hingað í messu í Lindarkirkju í kvöld. Já, það smá munur á guðsþjónustu og messu. Það að segja, í guðsþjónustu þá göngum við ekki til altaris, en það gerum við í kvöld. Og ég mun kynna það þegar nær dregur, en það voru hjónin Ulla Nachtnebel og Rolf Gadecker sem byrjuðu á því að spila Aríu Taminos úr töfraflautunni. Þau koma frá Þýskalandi og ég kallaði stundum himnasendinguna frá Hannover. Það dásamlegt að fá þau hingað til okkar til að spila. Vielen Dank. Danke. En við munum heyra meira frá þeim í kvöld. Hins vegar, þegar ég heyrði þessa tóna þá verði ég að viðurkenna það vakti með mig minningar vegna þess að þegar kirkjan hér var nýbyggð og þetta var bara steinninn, með þessi óslétt gólf og allt saman, þá var sett upp nákvæmlega í þessum sal óperan Töfraflautan á vegum tónskóla Sigurðar Demes, þannig að þessir tónar voru svona einir af þeim fyrstu sem ómuðu hér salinn á sínum tíma, 2008. Áfram, það eru fleiri en bara Rolf og Ulla, það eru hér mæðgur sem ætla að leiða sönginn í kvöld og syngja fyrir okkur. Það hún Kristín Birna Óðinsdóttir og Klara Blöndal sem eiginlega leysa allan kórinn af, það dugar ekkert minna. En það stendur mikið til hjá kórnum. Núna það framundan aðventuhátíðin sem eftir hálfan mánuð, 27. nóvember, og miðasalan þegar komin á stað á Tix. Og það á messutíma klukkan 8. Það aðeins 2.500 krónur og allt sem ágóðum renna til góðs málefnis. Og helgina þar á eftir heldur Kór Lindarkirkju sína tónleika 3. desember og þá miðað sömuleiðis sagt að fá keypta á Tix. En svo ég fari nú aðeins nær okkur í framtíðinni, það líka stórmerkilegu sunnudag og framundan næsta sunnudag. Þá verður fermingarbörnum og þeirra fólki sérstaklega boðið, en þeir eru líka velkomin, þetta bara opin messa. En þá ætlum við gerum alltaf eitthvað sérstakt þegar við bjóðum fermingarbörnum og þeirra foreldrum, þá ætlar hljómsveitin Krummafótur að stíga hér á stokk og spila ásamt Kór Lindarkirkju og Óskar verður við flygilinn og þetta verður feiknastuð. En nú skulum við signa okkur og biðja saman. Við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Sem þekkir mig
Biðjum saman miskunnarbæn, Drottinn miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Ég ætla að fara beint yfir í fyrri ritningalesturinn sem að það sem segir frá spámanninum Elía og ekkjunni í Sarefta. Þá kom orð Drottins til Elía. Búðu þig og farðu til Sarefta sem rétt hjá Sídon og sestu þar að. Ég hef falið ekkju nokkuri sem þar býr að fæða þig. Elía bjóst til ferðar og hélt af stað til Sarefta. Þegar hann kom að borgarhliðinu var þar ekkja nokkur að tína saman sprek. Hann kallaði til hennar og sagði, farðu mér vatnssopa í krús að drekka. Þegar hún fór að sækja vatnið, kallaði hann til hennar, farðu mér brauðbita leið, en hún svaraði, svo sannarlega sem Drottinn Guð þinn lifir, á ég ekkert brauð. Ég á aðeins mjölhnefa í krukku og örlitla olíu í krús. Ég að tína saman nokkur sprek, síðan ætla ég heim að matreiða þetta handa mér og syni mínum. Þegar við höfum matast, getum við dáið. Elía sagði við hann að óttast ekki, farðu heim og gerðu það sem þú sagðir, en bakaðu fyrst lítið brauð og færðu mér. Síðan skaltu matreiða handa þér og syniðinum. Því að svo segir Drottinn, Guð Ísraels, mjölkrukkan skal ekki tæmast, olíukrúsin ekki þorna, fyrir en Drottinn lætur rigna á jörðina. Ekkjan fór og gerði eins og Elía hafði sagt, höfðu hún, Elía og sonur hennar öll nóg að borða langa hríð. Mjölkrukkan tæmdist ekki, og ekki þraut olíu í krúsinni. Það var í samræmi við orð Drottins sem hann hafði flutt af munni Elía. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og nú ætlar hún Kristín að syngja fyrir okkur lag Freymóðs Jóhannssonar, Frostrósir. Til að kveðja í gær, þú hvatir og allt var svo hljótt. Á glugganum frostrósin græn, ég gat ekkert sofið í nótt. Hvert andvarp frá einmana sál, hvert orð sem var myndað án hljós, nú greini sem gat friðið mál, í gervi hins lífvana blós. Stormurinn brýst inn í bæ, með brimgunni frá klettóttri strönd. Því reiðum og rjúkandi sæ, hann réttir oft ögrandi hönd. Þá krýp ég og bæn mína bið.
Og í síðari reikningalestrinum les ég fyrir okkur orð Páls postula sem að flutti Efesusmönnum og eru skráð í postulasöguna. Og nú fel ég ykkur Guði og orði náðar hans sem getur styrkt trú ykkar og veitt ykkur hlutdeild í ríki hans ásamt öllum þeim sem helgaðir eru. Eigi gynnist ég silfur né gull né klæði nokkurs manns. Sjálfur vitið þið að þessar hendur unnu fyrir öllu því ég þurfti með og þeir með mér voru. Í öllu sýndi ég ykkur að með því að vinna þannig ber okkur að annast óstyrka og minnast orða drottins Jesú sjálfs en hann sagði, sælla að gefa en þiggja. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Lof sé þér, Kristur.
See how they shine. Oh, when you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will lead your mind, like a bridge over troubled water. I will lead your mind. Will lead your mind. Þá skulum við rísa á fætur og við skulum heyra heila guðspjall sem stendur skrifað hjá Markúsi guðspjallamanni. Ég er búinn að tapa punktinum hérna sem ég er búinn að setja á blaðið hjá mér. Já, Jesús settist gegnt fjárhirslunni og horfði á fólkið leggja peningana í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekkja ein fátæk og lét þar 2 smápeninga eins eiris virði. Og Jesús kallaði til sín lærisveinana og sagði við þá: sannlega segi ég ykkur, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir lögðu í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Og þá skulum við játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Þá skulum við setjast aftur og syngja saman Góði Guð er ég bið. Takk burt órósinn kringum mig.
Ritningarlestar dagsins báru þess kannski ekki merki núna en nú kristniboðsdagurinn. Dagurinn sem að við erum minnt á mikilvægi þess að breiða út fagnaðarerindið allan heiminn. Og við byggjum sérstaklega fyrir kristniboðin í dag en ástæðan fyrir að ég valdi heldur þessa texta sem tilheyra þessum sunnudegi ársins, þegar ekki kristniboðsdagurinn, eiginlega í samhengi við atburði liðina viku, bæði hér í söfnuðinum og á landinu okkar. Já, byrjum á því sem að snýra söfnuðinum. Það var sérstaklega ánægjulegt hvernig þessi vika fór á stað með fermingarbörnunum okkar og ykkur sem að hér búið. Það var söfnun fyrir hjálparstarf kirkjunnar. Það var safnað 2 daga, reynda fóru sum börnin alveg 3 daga í röð að safna og ég verð að segja það ótrúlegt að í fyrra þá settu þau nú alveg nýtt met en ég held að þetta verði seint toppað eins og var núna þessa vikuna. Því að aldrei hefur það gerst áður að allar götur sóknarinnar hafi í rauninni hafi verið gengið í allar götur sóknarinnar fyrir en núna í þessari söfnun. Og börnin voru svo áhugasöm og gáfu sig öll í þetta og þá heldur betur við að nefna það á þessum sunnudegi þegar við erum beðin og minnt á að gefa af heilu hjarta. Ein skemmtileg saga. Á föstudagsmorgunin kom hérna eldri maður og bankaði upp á og sagðist að hann vildi tala við mig. Og við settumst niður og hann sagði já, það var svolítið skemmtilegt í gær, þá komu til mín fermingarstúlkur og voru að safna. Ég var nú bara ekki með neitt pening á mér en ég sagði þeim að ég lofaði því ég skyldi fara niður í kirkju og láta ykkur hafa pening. Og hann lét mig hafa pening og hann tók niður nöfnið þeirra og sagði, þú mátt segja þeim að ég held að þær voru nú þannig á svipinn að þeim fannst nú ekki líklegt að ég myndi fara í kirkjuna. Þú mátt endilega segja þeim að ég hafi komið. Og svo bara skömmu seinna koma stelpurnar með baugana. Og við fórum svona að spyrja hvernig gekk og svo leiðis, jú, það gekk mjög vel. Það var einhverjir sem voru ekki með neitt pening, svo var einn maður sem sagði að hann ætlaði að koma bara seinna í kirkjun og gefa. Og já, það passar, hann kom á hann og það voru svo glaðar að heyra það að hann hefði skilað sínu og staðið við sitt og var tilbúin til þess. Og einmitt þetta sem við erum að gera þarna, þar erum við að hjálpa þeim sem eru hjálpaþurfi, sem að hafa ekki einu sinni það sem okkur þykir svo sjálfsagt, kalt rennandi vatn. Og verkefni fer í það nefnilega að byggja brunna út í Eþíópíu á svæðum þar sem að fólk hefur ekki við slík þægindi að búa. Í guðspjalli dagsins stóð Jesús allsbænis fjárhirslunum í musterinu þar sem að fólk kom og gaf sumt fólk háar fjárhæðir. Og þarna heyrðum við söguna ekkjuna sem kom bara með einhverja smápeninga og lagði í. Þarna stóðu Jesús og lærisveinarnir og fylgdust með og hann sá þessa vesalings konu gefa af skorti sínum eins og hann sagði. Og sagði í rauninni að hennar gjöf væri miklu stærri en þeirra sem að ættu nóg og gætu ausið úr sínum fjárhirslum eins og ekkert væri, en það var ekki bara það og boðskapur Jesú var ekki sá að við eigum bara að gefa allt sem við eigum eins og ekkjan gerði. Það myndi enginn vilja hugsa sér ömmu sína, ekki eigandi varla meldi hnífs og skeiðar og sjá hann að gefa allt í kirkjunar. Það var ekki það sem að Jesús myndi heldur það, hún gaf vissulega af heilu hjarta. En hinn sem að jusu úr sínum fjárhirslum, það var til að sýnast. Hún gaf af þörf, hún vildi gefa Guði dýrðina í sínu lífi, þó að hún liði bara skort. En Jesús fyrst og fremst, og í þessari sögu,
er ekki boðskapurinn þessi að gefið bara allt sem eru með í vösunum. Nei, miklu frekar. Gefið gætur að ekkjunni. Gefið gætur að þeim sem ekkert hafa milli handana. Og hjálpið þeim. Og Guð blessar. Við getum blessað. Við erum gangandi blessun ef við viljum það. Tóku þetta sögunni sem ég las þessari sérkennilegu sögu Elía og ekkjuna þarna í Sarepta sem átti ekki neitt og hann bað hann máltíð og hún sagði já, við eigum bara smá mjöl og ég ætla að baka brauð og svo eigum við ekkert og ég og sonur minn deyjum bara. En hún ákvaða að gefa honum með sér og mjölkrukkan, já, þau höfðu bara nóg til hnífs og skeiðar og fengu það sem þau þurftu. Og þessi saga minnir jú pínlítið á blessun Jesú með brauðin og fiskana 2 og hann deildi út og það voru allsnægtir. Þegar við felum Guði þetta lítla sem við höfum, þá verður oft ótrúlega mikið úr því að það sem Guð er með, þar blessar hann og gerir það sem við höfum, þó lítið sé mikið og mikilvægt. Í dag var hér fullt af Grindvíkingum sem starfa hjá stóru fyrirtæki þar í bæ. Þau vildu halda utan fólkið sitt og þau hittust hér í Lindakirkju og maður fann það, já, ég verð að segja, salurinn var fullur af auðvitað ótta og kvíða en umfram allt kærleika. Það var það sem maður fann að fólkið var þarna til þess að standa saman og halda hvert utan annað. Og ég búin að heyra það nokkrum sinnum í útvarpinu í dag, eitthvað sem við örugglega hugsum öll. Í dag erum við öll Grindvíkingar. Sannarlega við getum verið að arga, þrasast alla skapaða hluti og verið hundleiðileg hvert við annað frá degi til dags á samfélagsmiðlum og fjölmiðlum og hvar sem í samskiptum, í fjölskyldum og hvar sem en þegar svona gerist, þá finnum við hvað það mikilvægt og í rauninni hvað það nærtakt að hjörtum geti slegið í takt og við getum staðið saman sem eitt og verið eitt. Við verðum, þó við höfum ekki annað að gera, við verðum að biðja fyrir Grindavík og Grindvíkingum. Og kann að vera að við verðum kölluð til hugafars ekkjunnar og þá verðum við bara viðbúin því. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum Anda, svo sem var í upphafi og verða mun aldir alda. Amen. Nú ætlar hún Klara Blöndal að syngja fyrir okkur lag sem eftir hana Mariah Carey, My All. Gjörðu svo vel. Sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I've drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to feel your
Dásalegt hjá þér, Klara. Við eigum nú mikið í þeim hérna í Lindakirkju, þessum mægum. Kristný Birna hefur nú sungið mikið með kórnum, kór Lindakirkju, og Klara femtist nú hérna í Lindakirkju líka. En nú ætla ég að segja frá því við erum að fara að ganga til altaris og eiga saman bænastund. Við skulum nota þennan tíma sem við höfum meðan altarisgangan til þess að leggja okkur sjálf og það sem á okkur hvílir, Grindvíkinga og allt það sem við þurfum að biðja fyrir framfyrir Guð og eiga bænastund bara í sætun okkar. Ég vil líka benda ykkur á bænaaltari sem hér aftast í kirkjunni. Þar getum við kveikt ljós fyrir bænaefnunum okkar og við getum líka sömuleiðis skrifa bænirnar okkar á miða og stungið þeim í raufina þarna á bænaaltarinu, og þá beðið fyrir bænaefnunum á 50. morgnum klukkan 9. Það lítill bænahópur sem hittist reglulega og alltaf velkomið að bætast í þann hóp. Hann veit ekkert á því auðmikið Guðni Már, hann mætti bara hérna í messa svo hver annar, en hann ætlar að aðstoða með altarisgönguna á eftir. Já, hérna, þú ert eiginlega, ég menna, þú ert menntaður í þetta. Já, þannig að það já, kannski hefur mætt öðruvísi, en við fyrirgefum það. En já, þegar við göngum til altaris, þá verðum við hérna niður á gólfi. Þið gangið til okkar með útréttan lófa, fáið útdeilt í lófan og dýfið svo sjálf í kaleikin. Meðan á altarisgöngunni stendur og bænastundinni þá ætla þau Ulla og Rolf að leika fyrir okkur 2 falleg verk, og það eins og þið sjáið Ich stehe mit einem Fuß im Grab og en prière. Ég veit ekki hvort þetta góður franskur framburður hjá mér eftir Gabriel Fauré sem þýðir bæn. En nú ætla ég að ganga að altarinu og svo hefst altarisgangan, and you start playing when I go with the chalice. You wait till I go with the chalice. Don't play right away. Okay. Kæru Kristsvinir, Drottinn okkar og frelsari Jesús Kristur hefur sjálfur sagt: Ég brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Í heilari kvöldmáltíð gefur hinn krossfesti og uppreisni Drottinn okkur sjálfan sig, svo að hver sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu fái svölun og næringu til eilífs lífs. Hlýðum þess vegna í trú orðum hans þegar hann segir: Takið og etið, drekkið öll hér af, gjörið þetta í mína minningu. Þannig tökum við á móti honum þegar hann vill sameinast okkur, svo að við í lífi okkar hér á jörðu minnumst hans og fáum að lokum að öðlast líf í ríki hans. Amen. Lyftum hjörtum okkur til himins og þökkum Drottni. Við lofum þig og tilbiðjum, Guð og Faðir sem hefur skapað okkur til þinna myndar og sjálfur endurleist okkur fyrir son þinn, Jesú Krist, sem þú sendir í heiminn til að gera okkur synduga menn sáluhólkna. Okkar vegna gerðist hann fátækur, að við auðguðumst af fátækt hans. Okkar vegna gekk hann í dauðan, að við mættum lifa. Lofaðu sér þú sem hefur hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafnið æðra. Send okkur heilagan anda að gjafir þínar sem við neytum verða okkur brauð lífsins og bikar blessunarinnar samkvæmt boði sonar þíns. Sem á þeirri nóttu sem hann var svikinn tók brauðið, gjörðu þér þakkir, braut það
og gaf lærisveinum sínum og sagði: Takið og etið, þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikin, gjörðu þér þakkir, gaf þeim hann og sagði: Drekkið allir hér af, þetta kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blóði sem fyrir ykkur úttelt til fyrirgefningar syndanna. Gjörðu þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Og samkvæmt þessu boði Drottins komum við fram fyrir þig með þakkargjörð og við minnumst, góði Guð, fyrir augliti þínu að þú gerðist einn af okkur. Við biðjum þig, gefðu okkur heilagan anda, afmáðu syndir okkar og sameina okkur sem lifandi limi og líkama Krists, okkar upprista Drottins og frelsara. Og við skulum biðja öll saman bænina sem Drottinn kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Brauðið sem við brjótum er samfélag líkama Krists og sá bikar blessunarinnar sem við blessum er samfélag blóð Krists. Gjörðu svo vel, allt þetta er reiðu.
Jesús Kristur, hinn krossfesti og uppreisni Drottinn vor og frelsari, varveiti oss í samfélaginu við sig í lifandi trú til eilífs lífs. Hans náð og friður sem með oss. Amen. Við skulum biðja saman. Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú hefur mettað okkur hér í kvöld með orðið þínu og við borðið þitt. Við felum þér alla bænirnar sem að hér hafa stigið upp til þín. Þú þekkir okkur hvert og eitt. Þú þekkir þörf okkar. Þú þekkir hamingju okkar og óhamingju. Þú þekkir gleði okkar og kvíða. Við felum þér það allt. Drottinn, við erum svo smá gagnvart þessu undurstóra sköpunarverki og þessum gríðarlegu náttúruöflum eins og nú bæra á sér undir Grindavík og á því svæði. Biðjum umfram allt að blessa fólkið. Við felum þér það sem framundan er. Gefðu sérstaklega þeim sem þar búa og okkur öllum kærleika og æðruleysi. Við þökkum þér fyrir fermingarbörnin okkar hérna. Þökkum þér fyrir hversu vel gekk núna í vikunni að safna og við biðjum þess að það mætti verða til áframhaldandi blessunar fyrir fólkana út í Eþíópíu. Minnt okkur á lögmálið þitt eins og það kallast er sagt frá í orðinu þínu að lögmálið er þetta: berið hvert annars byrðar. Elskið hvert annar. Við þurfum ekki meira. Við biðjum að lokum saman með orðum Hallgríms Péturssonar: vertu Guð Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Þá skulum við rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Nú skulum við fá okkur sæti aftur og hlusta á hana Kristínu Birnu, hún ætlar að syngja fyrir okkur Vetrarsól.
stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga, en hefur aftur lítið ljós. Mín vetrarsól. Hvers virði að eignast allt í heimi hér sem stendur kyrr ef aðrir hverfa á braut sem vill þér jafnan vel og deilir með þér gleði og sorg. Þá áttu minn en ekki neitt ef þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga, en hefur aftur lítið ljós. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga, en hefur aftur lítið ljós. Mín vetrarsól. Þá höfum við það með hætti okkar hér í Lindakirkju og ég segi förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það. Hálf voru þetta nú dræmar undirtektir. En ef við ekki að prófa aftur. Förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það. Þetta var almennilegt. En ekki fara strax. Við ætlum að njóta og tökum með okkur úr kirkjunni fallega hörputóna frá henni Ullu. Hún ætlar að leika fyrir okkur Autumn eftir Marcel Grandiani. Autumn þýðir haust og það var sannarlega við núna. Gjör svo vel, Ulla.
you.